Þá höldum við áfram í föstudagsþættinum í hlöðunni hérna út í Litlagarði sem rétt, utan Akureyri. Það nú innan Akureyri reyndar, en rétt utan miðbæjarins kannski. Við erum að fá til okkar hérna jólabörn. Já. Velkomnar til okkar. Okkur vantaði einhvern til að svona segja frá jólunum í dag og jólunum eins og þau voru hérna fyrir 3-4 árum. Og og ákveðum að fá ykkur, þeir eru búin að vera það mikið saman undanfarið. Að þið svona getur sagt okkur sameiginlega hvernig jólin voru og hvernig eiga að vera. Eru þið með sterkar jólahefðir? Já, allavega frá því ég var yngri, þá, sko, faðir minn, hann var mjög mikill stemningsmaður og borðhaldið, það tók svona, rúma 2 tíma, því það var 4 rétta og svona, og byrjaði á, sko, möndlugraut og svo var krústæður. Krústæður? Já, ég skal segja þér það eftir. Já. Og svo voru rjúpur og svo var eplakaka. Og það var náttúrulega allir að bíða eftir pökkunum og pabbi, hann var svo lengi að borða, hann var svo mikið stemningsmaður og þetta aldrei að klárast og svo vorum við að vaska upp á milli rétta, sko. Og svo voru frænkur okkar, systur pappa, önnur ekkja og hinn hérna hafði aldrei gefist. Og það þurfti alltaf að fá sér sígarettu eftir hvern rétt. Og svona var þetta bara, og því auðvitað, þegar maður var lítill, þá hugsaði maður bara pakkana. Það bara svona. En þetta voru óþolandi jól. Já, og svo þegar maður var búin að vaska upp og svona og þær búin að reykja, þá var farið að gangi kringu jólatríð. Þannig að þetta ætlaði engan enda að taka. Þið voru ekkert að opna pakkana fyrir bara svona 10 leik? Nei, en það nefnilega, af því ég man hvernig þetta var, hvernig mér leið þegar ég var yngri, þá tók ég upp þá láta krakkana mína fá einn og einn pakka áður en við byrjum að borða. Það allir krakkar svona. En svo ég náttúrulega jólabarn, því ég sko á afmæli bara 20. desember. Nú? Já. Bara rétt bráðum. Og hefur það ekki áhrif á mann þegar maður krakki samt? Jú, það gleymdist dálítið oft afmæli mitt. Þá var náttúrulega bakað svo mikið, þetta öðruvísi núna, þetta bara öðruvísi núna. Það til að. En ekki svolítið sterkt með sko hefðir að margir reyna að halda í það, þið ekki svolítið vænt þessa hefði í dag? Veistu það? Og ég nefnilega kom með að ég talaði krústæður og þið vitið ábyggilega ekkert hvað það er. Nei. Þetta þar tilgerst krústæðujárn, rosalega þungt. Amma mín átti þetta, svo býr maður til sko deig og svo setur maður þetta fyrst onni í deigið og svo setur maður þetta onni í pottinn og svo tekur maður þetta af og ég meiri sér að koma með, sko, til þess að sýna ykkur þetta nú alveg, þá kemur þetta svona. Já. Og hvað settið það onni? Hér var sett, sko, svona jökk með rækjum og aspas og fiskibollum og svona, og svo þetta svona stökkt og svo rjúpnaafgangar og hangið kjöt og svona. Þetta voðalega vinsælt. Ég bara baka og að gefa þetta út allan bæ. Þetta æðislegt. Þetta líka svo gott. Og þú gerir þetta það í dag? Já, við vorum aðeins í gærkvöldi og Þengill, maðurinn minn, hann heldur að þetta svo svakalega þungt, sko. Þetta bara líkamsrækt í leiðinni. Og ég set bara á mig gúmmíhanska og tekur þetta losna samt mjög. Þetta hérna bökunin? Já. Deig, pottur? Já. Meira sem þú geti gert það. Þetta danst og þess vegna, sko, við kallum þetta bara krústæður. Þetta svona krústeðar og dans. Já. En þú sagði, ert þú með eitthvað svona vopn? Í þínum jólum? Nei, ekkert vopn, sko. En það, voru mjög fastar hefðir þegar ég var stelpa heima. Það varð að setjast við borðið klukkan 6 og borða og þetta var allt ekkert ósvipað og heima hjá henni. Og ég hélt þessu náttúrulega þegar ég var með mína stráka. Og þetta var óskaplega erfitt, fannst þeim að þurfa að bíða svona eftir pökkunum. Af því að það var náttúrulega, það var borðað og svo áttu þeir að vaska upp. Og ég hvíldi mig. Og síðan var lesið á öll jólakortin. Áður en þið opnuðu pakkan? Já. Og síðan var farið að taka upp jólapakkan og það var alltaf einn og einn í einu og það var lesið og allir skoðuðu og svona. Þannig að við vorum gjarnan fram yfir miðnætti að taka upp.
jólapakka. Já, og litlu börnum líður náttúrulega bara eins og þessi haldið eins og gíslum bara í allan þann tíma. Bara mistyrming. Já, en svo þetta svo skemmtilegt í minningunni. Þetta var ægilega gaman. Svo kannski stoppuðum við í miðju kafi og fengum okkur desertinu. Svo héldum við áfram. Það man líka sjálfur sko þegar þessi tími var búinn, þá var náttúrulega sko, var þetta helmingi skemmtilega fyrir vikið. Þetta er náttúrulega bara stemming, þetta er bara að byggja upp stemmingu. Og svo fengu þeir að leika sér. Að bíða. Þeir fengu að leika sér sko bara meðan þeir gátu haldið sér vakandi. Já. En í dag? Eru jólin breytt eða eru þau sambærileg? Nei, ekki hjá mér. Ég held alltaf í þessa hefð hérna og það er sko mölluggrautur fyrst og svo er þetta með jökki í, þess að ég sagði ykkur, rækjum og eitthvað og svo rjúpur og svo, ég er ekki með eplaköku því mér fannst hún alltaf svo vond. Já. Svona, já, hún er svo þung líka maður og þegar maður búin að borða svona mikið maður líka, enda sko, já, maður sofnaði nefnilega snemma í gamla dag af því maður var búin að borða svo mikið. En ég er bara mís og svona. Heimatilbúin? Alltaf, borgarís. Já, maðurinn minn kallar það borgarís. Já, gamla góða uppskriftin. Já. Sem er líka... Sexeggjum og svona. Sem er líka dönskið þeim. Sunnaborgarís. Já, Sunnaborgarís. Já, hann kallar það borgarís. Hvað borðað þú? Já, núna erum við farin að vera með svona léttriktan lambahrygg. Það var alltaf hamborgarhryggur, svínahamborgarhryggur, en núna er það léttriktur lambahryggur. Mér finnst það, hann er mjög góður og fínn og forréttur og allt þetta og heimalagaður ís og svona. Þetta er voða skemmtilegt, en við erum náttúrulega, börnin eru farin og eru í Reykjavík og... Er það ekki svolítið breyting? Jú, það er mikil breyting, já. Er þetta ekki þannig að það safnast allir saman við borðið 10-20 manns eða? Já, það er heim hjá mér, af því ég er svo heppur bæði börnin mín eru hér og barnabörn. Er róligheitin hjá þér? Og kósí, já. Eitthvað ófært, þau komast ekki? Já. En mér langar kannski af því að ég á svo skemmtilega minningu frá því ég var svona 8-9 ára gömul í sambandi við jólin. Og mér langaði svo óboðslega mikið í gítar. Ég var búin að tala um það svona í að því svona ansi lengi að mér langaði svo í gítar. Og einhvern veginn fékk ég það svona til mér að það þýddi eiginlega ekkert að tala um þetta við pappa og mömmu. Og svona, ég held að þeim ekkert litist á það að ég væri að glamra á gítar og svona. Ég var búin að uppgötva það að tala við bróður minn, Ingimar. Ef mér langaði í eitthvað þá var þetta alltaf sjans. Hann sko gæfi mér það sem mér langaði í. Svo koma jólin og það vill hann til að hann er heima þessi jól. Öll systkini mín voru þá fluttað heiman og þannig að ég var yfirleitt ein með foreldrum mínum en þessi jól kom Ingimar og ég svona fer aðeins að tala um það að mér langi svo alveg gítar og svona. Svo fylgist ég mjög nákvæmlega með pökkunum á aðfangadag og það er engin pakki sem hugsanlega gæti verið gítar. Og ég bara var alveg ómöguleg sko. Svo er búið að taka upp allt og ég sitt og Ingimar segir sagði mín, hvað er ekki allt í lagi með þig? Jú, ertu ekki ánægð með pakkana þína? Jú. Þetta er fínt. Heyrðu, nennir að fara inn í herbergið mitt og ná í bók sem ég er að lesa. Ég held að hún sé í rúminu mínu, undir sænginni. Og ég lundaðist svona inn í herbergið og lyfti sænginni. Ekki gítar. Því lík gleði. Þessu gleymir maður aldrei. Ég hef verið svona 8-9 ára. Og hefur spilað á hann síðan? Ég spilaði á hann í mörg ár. Ég reyndi að læra á hann sjálf, það var ekkert annað hægt og var með svona þessar litlu bækur, þið náttúrulega vitið ekkert um þær, það voru gefin út svona pínlitla bækur með söngtextum og gítargripum. Og þetta hamaðist ég við. Flott. En svo er það náttúrulega það sem þið eru að fara að gera eftir áramót. Já. Þið eru að gera Viðreisn. Já. Nú bara ætlum við að fara og hún, Lísa, þetta er vinkona minn, Lísa, og ég er Lísa. Vinkona? Já, þú varst það í upphafi, við segjum ekki nein. En það er svo verkið, Lísa og Lísa, sem þið hefur verið að sýna hjá Leikfélagi Akureyrar og gengið svona líka vel að þið eru að fara suður. Já,
og allir með sínt Tjarnabíó og sem er nefnilega, ég man svo vel eftir, sko, ég frá Reykjavík, það halda allir að ég sé Akureyringur. En ég er búin að vera hérna svo lengi og ég man svo vel eftir Tjarnabíó. En nú er búin að taka það svo flott í gegn og þetta er svo skemmtilegt leikhús. Æðislegur staður, Já, algjörlega. þetta er mjög og svo er svona kaffihús við hliðina þannig að fólk getur fengið sér kaffi eða bjóri eða hvað sem er. Og við erum að gera þetta sem sagt í samstarfi við Leikfélag Akureyrar og Tjarnabíó. Já. Fara með þessa sýningu þarna suður og það er alveg Hvenær er þetta? æðislega spennandi. Hvenær Fyrsta er þetta? sýning er 9. janúar. 9. janúar. Við erum bara að fara. Við erum alveg á börnir, við erum að reyja þetta upp, það er svo langt sem við höfum leikið þetta. Já. Þið eru ekki búin að melta hrygginn eða rjúpuna? Nei, þá bara keyrum við af stað. Þurfum að Vonandi fara. verður ekki brjála veður. Þá verður bara brjálar við. Já, Við komumst. En yndislegt, þannig að fólk á höfuðborgarsvæðinu getur komið á sýningun ykkar, Já. Lísa og Lísu. Já, eða kærisjón. Já, Sem það gerir á mig. Já, örugglega. veitu það, þó að ég segi sjálf frá, og ábyggla þú líka Lísa, þetta er nefnilega fjárugott leikrit já. og svona manneskjulegt, Ég sá það, ég hafði mjög gaman að því. er það ekki? Og nefnilega kallmenn ekkert síður, Nei. þeir voru svolítið hissa. Já, þetta er nú bara ekki svo vitlaust. Nei, þeir, sko, maður heyrði það, fyrir maður geta að fara að sjá eitthvað leikrit með tveimur kettlingu, hvað? En svo voru þeir bara ekkert síður semnir heldur konurnar. Þeir hafa hugsað, já þetta er ábyggilega eitthvað fyrir konuna mína. Það var hugsað. Já, einmitt. Já, þetta er bara gaman. Þetta er óskaplega skemmtilegt. Gaman að fá okkur. Hvar getur fólk nálgast miða? Á miði.is og í Tjarnabíó. Og svo er þetta leikhús.is. Ég var nú að uppgöta það nú bara í gær. Það eru allar upplýsingar það. Tilvalin jólagjöf. Algjörlega. Já. Gefa Lísu og Lísu jólagjöf. Er það ekki? Það er ekki vitlaust. En okkur rakkar svo til, ekki? Já. Það verður voðalega gaman að vita. Jú, Segðu. jú, þetta verður rosalega gaman. Já, þetta verður svona Það öðruvísi. er gaman að finna hvernig viðbróð við fáum fyrir svona stundum er það nefnilega allt öðruvísi. Ef maður er að sýna sama hlutin hér eða í Reykjavík. Það verður öðruvísi. Alveg fólk Þá eru veit viðbröðin tímandi. oftan öðruvísi, sko. Spennandi. Gaman að fá okkur stöður, gangi ykkur vel og þú veist, gleðileg jólin. Já, gleðileg jól. Og takk fyrir að bjóða okkur. Það var nú lítið. Takk fyrir og gleðileg jól. Við höldum áfram eftir augnablik.